hjá þér, Ari? Já, nei, það verður þannig. Það viðrar vel til líkamsræktar útiveru það ætti að vera einhver bót í því, væntanlega. Nú, en það teygðust nú svolítið úr rigningunni á austanverðu landinu í dag, en að öðru leyti fór þetta eins og spáð var og það voru suðlægar áttir hægar á landinu og skúrir og slydduél víða og hitinn var svona 2 til 8 stig. Og hér sjáum við svo kortið eins og það lítur út klukkan 12 á hádegi. Hér þessi stóra lægð sem búin að vera í nágrenni við okkur ansi lengi. Hún lónar hérna upp með Grænlandi eins og var rætt í gær og hegðaði sér svona eins og lægð á að gera, fer minnkandi. Skilin hennar voru það bil við miðju landinu í dag og þau færast leið og lægðin nálgast hér innanvert Grænlandshafið að þá færast skilin út af landinu og allt þetta ákaflega svona hæglátlegt og það eru engin veðurkerfi hér sem skipta okkur máli. Önnur sem sagt, þannig að útkoma verður svo að það verða hér á morgun og reyndar aðeins lengra fram í tíman hæg suðlæg átt. Og hvað það þýðir að morgun það sést hér á þessu korti. Svona vill Veðurstofan hafa þetta nokkurn veginn klukkan 3 á morgun og þar þetta nú svona með þessum ummerkjum. Það sem sagt suðlægar áttir 3-4 vindstig, sumstaðar minna og kannski sumstaðar örlítið meira. Gæti orðið kaldi. Það svona slydduél og skúrir meðfram allir í ströndinni frá Vestfjörðum og alla leið hér á Suðausturlandið. En það ætti svo aftur að létta til norðanlands betur en verið hefur og enn meira á austanverðu landinu verið hefur í dag. Og eini frostpollurinn á landinu á morgun gæti orðið hér á Norðausturlandi en hitastigið annars staðar allstaðar yfir núllinu, ekkert mjög hátt reyndar. Og svo má auðvitað geta þess að það verður næturfrost allstaðar í nótt. Nú með helgarveðrið svo sem allt gott að segja. Það gert ráð fyrir áfram suðlægum áttum og mjög aðgerðalitlu veðri, einhverjum skúrum og slydduéljum áfram á Suður- og Vesturlandi en annars björtu veðri í öðrum landshlutum. Og ég vil kannski geta þess að það búið að gera upp veturinn í fyrra, veðurfarslega séð, og þá kom í ljós að í Reykjavík hafði ekki verið úrkomusamara síðan 1959 og á Akureyri ekki síðan 1927. Nú, það kom líka fram að vorið var óvenjulega vætusamt og það hefði ekki verið eins úrkomusamt í Reykjavík í apríl og maí síðan 1923. Og það hefði heldur ekki verið eins kalt í júlí í Reykjavík síðan 1920. Svo að þið sjáið að við erum komin yfir ansi erfiðan hjalla þessu leitinu. Nú, Íslendingar höfðu svo sem ekki allstaðar yfir veðrun að kvarta, einkum austanlands, en það önnur saga. Valgerður.